Ég myndi segja að þegar ég reið fyrst Kiljan frá Blesastöðum, setti hann fyrst upp í tjöld. Ég held ég hef aldrei fengið á tilfinningu. Ég fekk einu svona að fara á bak á hesti sem hét Kremi. Hún áttan hún Hólfríður Birna, sem núna húsfrú á Blesastöðum. Það allavega í minningunni svakalega gott töld. Ég held ég verið að segja bara á Dögg frá Múla. Hún var mjög rúm og auðvitað að gera hraðabreytingar á næm tölti. Segja hana bara. Ég verð að segja að það sé bara á Kolskur frá Gunnarsholti. Það sé einn besti tjaldari sem kom baka. Hún einmitt hafði þessa mýkt, gegnum mýkt, og það kemur pínu frá skó frá Glatey. Hún var, mamma hennar var skósdóttir, blóð frá Gunnarsholti, og þar kom eðaltöld í gegn. Ég held að hún svona standi upp úr í minningunni, en það ég bara kom baka mörgum hrossum og mörgum frábærum töldum. En ég held að hún svona í minningunni stendur efst varðandi töld. Besta töld sem ég hef riðið bara þegar ég fekk að prófa Sveig frá Varmadal, örstutt, og það var mjög góð tilfinning. Hann var mjög skemmtilegur hestur. Ég held að besta töld sem ég hef riðið sé í Hrímni frá Hrafnagili. Það er rosalega spennt. Já, það eru svona 2 uppáhalds tölthestar sem að ég hef verið með. Það er Viti frá Kagaróli og Trimbill. Þeir eru svona, fyrir minn smekk, alveg súper töltarar. Það er náttúrulega óskasti. Það er sem svona fengur góðu líka. En mér finnst Óskar Steinn betra töld.